Héðan frá Akureyri rétt rúmlega 2 tíma flug til Scoresbysund á austurströnd Grænlands en þar að finna eitt einangraðasta þorp í veröldinni, Ittoqqortoormiit. Við ætlum að taka flugið með Norlandair til Constable Point og þyrlu þaðan til Ittoqqortoormiit. Ferð okkar Stefáns Friðriks kvikmyndatökumanns heitið með Norlandair norður á bóginn 600 km leið á austurströnd Grænlands þar sem fyrirhugað að lenda á flugvellinum í Constable Point sem lúrir þar á milli fjalla í Scoresbysundi sem svo sannarlega ekkert sund heldur lengsti fjörður í heimi. Nær 350 km inn í landið og var nefndur öllum lengri upp á íslensku hér einu sinni. Eftir því sem norðardregur fer ísinn að sjást betur en hægt að komast að þessu svæði flugleiðis allt árið en sjóleiðin aðeins opin 2 til 3 mánuði á ári. Jóhann flugstjóri hjá Norlandair hefur flogið í mörg ár á þessar slóðir og hann hefur tekið eftir breytingum í veðrinu. Vorið til dæmis mánuði fyrr á ferðinni í ár en í fyrra með tilheyrandi bráðnun ís. Eins og allir að tala að það er miklu öfgar í veðrinu á þessari jörð okkar og ég held að aðstæður í dag endurspegli það að miklu leyti. Við erum örugglega mánuði á undan núna með vorið en í fyrra og síðasta sumar þá kom sumarið mjög seint, sennilega mánuði og seint. Þannig að sveiflurnar eru miklar. Margir ísbirnir sem þú hefur séð? Já, ég hef búinn að sjá nokkra. Það tók mér reyndar 8 ár að sjá þann fyrsta. Og það er gaman að segja fyrir því að ég var svona brandari fyrirtækisins. Mikið af nýjum mönnum að koma og þeir að sjá í fyrstu ferð. 1 og upp í 4-5 bjössa en ég sá aldrei neitt. Þar til fyrir 1,5 ára síðan. Þá tókst mér að sjá 16 og 10 mánuðum. Og einn kannski frekar nálægt þér eða hvað? Já. Hann var kannski mínútu, 1,5 frá mér. Hleypur maður eitthvað þá? Ég vissi ekki á hann fyrir en ég var komin inn í hús. Ég var að fara úr aðalbyggingu yfir í svefnskóla og hann birtist þarna á sömu mottun og ég stóð á fyrir utan þegar ég lokaði hurðina eftir mér inn í skálan. Þannig að svo hefur við líka fengið hann á gluggann stundum. Hvað þið að fljúga oft í viku? Við erum áætlun 2 í viku. Svo komum við mjög oft inn í gegn með í leiguflugi. Hvernig verkefni eru það helst? Það er alls konar verkefni. Það er mjög fjölbreytt. Vísindamenn, jarðfræðingar, danski herinn fljúgum mikið fyrir þá. Og það er bara hvað fellur til. Þetta er mjög fjölbreytt. Er þetta skemmtilegt? Mjög svo. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu? Þetta er 10. árið mitt. Og sástu alltaf fyrir þér að þú myndir vera flugmaðurinn sem flýi á Grænland? Nei, ekki í byrjun. Nei. En það er bara æxlaðist svona og þetta er mjög skemmtilegt og fjölbreytt. Þess vegna ég sennilega ennþá hérna. Hvað finnst þér með Grænland? Eigum við að koma hingað oftar? Er þetta staður sem Íslendingar ætti að heimsækja? Klárlega. Þetta er gríðarlega fallegt land og ég held að Íslendingar gerir sér ekki grein fyrir hvernig Grænland lítur út. Er þetta góðir nágrannar? Mjög góðir. Það í raun ekkert sem hægt að dvelja við í Constable Point, aðeins pínulítil flugstöð, en til þess að komast í þorpið þarf að taka þyrlu frá Norlandair og fljúga í 15-20 mínútur í fjarðaminnið til Ittoqqortoormiit. Norski flugmaðurinn bendir okkur á ísbjarnarspor á leiðinni og við veltum fyrir okkur hvort við eigum eftir að sjá lifandi hvítabjörn. Hann bætir því við svona til vonar að vara að það sé búið að skjóta þessa 35 sem kvótinn leyfi en það þurfi iðulega að fella fleiri dýr sem sækja inn í þorpið og ekki sé hægt að hrekja í burtu með góðu. Við lendum á þyrluparlinum efst í þorpinu Ittoqqortoormiit þar sem Lone Madsen tekur á mót okkur á fjórhjóli enda ekki hægt að ferðast nema á slíkum faratækjum, vélsleðum eða hundasleðum. Lone stýrir leikskólanum í þorpinu. Þar 30 börn og eitt stærsta rýmið í húsinu matarbúrið. Lone útskýrir hvers vegna. Der kun tysk i vor mor. Ja, det vanskelig at bestille for et år frem i tiden? Man skal godt tænke fremover. Hvad skal vi have, og hvad skal vi bestille, og hvad kommer til vi at mangle til næste år faststilleren, hvad skal vi mangle, sådan nogle ting. Det skal man tænke over. Man skal tænke
næsten 1 år eller halvår, det man skal bestille. Ja, men hvad gør man, når det ikke findes, det man mangler? Og så bestiller man det per mail til Arctic Import, eller man kan være heldig, at de kan sende det med flyver. Ja, så kommer det med helikopter. Og det koster ganske mye. Ja, hvis det er sådan nogle ikke så dyrt, når det er sådan nogle ikke så tunge varer. Ja. Lóna hefur eins og svo margir íbúar ítt og hvort á mitt áhyggjur af fækkun í þorpinu. Fyrir 15 árum bjuggu þar 540 manns en nú aðeins 350 eftir. Spekileikin mikill og fólki vill reyna að viðhalda þekkingu, menningu og verkkunnáttunni. Eitt af því sem Lóna hefur sett á laggirnar fyrir 20 árum það sem hún kallar saumaklúbb. Konur hittast þá einu sinni í viku og vinna ýmsa handavinnu, kenna hver annari og selja ferðamennum svo afurðirnar. Þær hafa verið að læra að spinna þráð úr sauðnautusull sem ekki hefur verið nýtt hingað til, en ullin sú bæði hlý og mjúk. Lóni segir okkur að næsta verkefni verði vonandi að kenna konum í þorpinu að sauma þjóðbúning fólksins á austurströndinni sem talsvert frábrugðin þeim sem fólk klæðist á vesturströndinni. Það aðeins ein kona eftir í þorpinu sem kann allt ferlið og það skiptir miklu máli að þekkingin glatist ekki. Þó búið sé að sameina sveitarfélögin á Grænlandi, ítt og hvort á mitt til dæmis sameina Nuuk. Þá eru mörg 100 kilometrar á milli og engar samgöngur innanlands. Til að komast þar á milli þarf fyrst að fljúga til Constable Point, þaðan til Akureyrar, svo til Reykjavíkur eða Keflavíkur og þaðan norður til Nuuk. Dýr og löng ferð. Það þarf ekki að taka það fram að engir vegir liggja milli staða á Grænlandi. Í næsta þætti ætlum við að kynnast fyrstu Íslendingunum sem fluttu til Ittoqqortoormiit fyrir 25 árum og hafa haft mikil og góð áhrif á líf fólksins þar. Það getur ekki verið að fólk býr í svona stöðum, svona afskekt. Og það gerðist eitthvað, ég veit ekki hvað, eins og maður veit svo lítil í lífinu. Og ég bara fekk þessi tilfinning að þessi þorp verður mjög mikilvægt mér.